þessa tegund af fólki sem ég hef svo mikla tilhneigingu til þess að basla við að gefa líf og sál. Þegar höfundur hefur skrifað bók og sér síðan kvikmynd eftir bók sinni, hvernig kom Brekkukot Sannollir fyrir sjónir loksins þú sást hana sem kvikmynd? Ekki neitt negatíft, ekki neitt neikvætt, en ég sá náttúrulega að þetta var allt önnur hugmynd og allt önnur sýn af Reykjavík heldur en ég hafði samkvæmt mínum barna endurminningum. Segðu mér eitt að lokum. Ætlar að horfa á sjónvarpið það kvöld sem við endur sínum Brekkukot í sjónvarpinu? Já, það til ég víst. Keflavik. The NATO base is now for all traffic in weather condition Alpha Limited. Long October hill and secret love away. Eru þér Álfríður Hansson? Já. Geirlaug Þorvaldsdóttir, Ríkisútvarpinu. Beni. Má ég spyrja þig nokkra spurningar? Hvað langt síðan komið síðast til Íslands? Down the road I go. I have been a rover. I have walked alone. Þér eftir að sjá hvað Reykjavík hefur breyst mikið? Ég sé það nú þegar að sitt hvað hefur gerst hér. Og þér ætlaði að leika hjá okkur í leikhúsinu? Ég hef komin hingað til þess að leika í kvikmynd. Sögunum Litla-drenginn í Brekkukoti sem ég var eins. En þér eru þó alltaf... Nei, ég leik ekki sjálf mig. Ég er orðinn of gamall til þess. Drengurinn sem fór utan til þess að vera frægur söngvari er leikari í dag. En þér eru þó þekktur... Ég vinn við Sálfélag sitt Zürich. Ég gat alls ekki sungið eins vel og fólki hér heima bjóst við. Það er kannski þess vegna ég kom ekki fyrr heim. Og þar að ekki... Afi minn og amma lifu ekki lengur. Og það voru einu manneskjurnar sem ég var skuldbundin.
7.5. Vitur maður hefur sagt að næst því að missa móður sína sé fátt hollara ungum börnum en missa föður sín. Þó því fari fjarri að ég taki undir þessu orðaðallu leyti, þá sæti síst á mér að fara að bera á móti þeim, beint. En hversu sem mönnum kann að tekjum þessa skoðun, þá kom það nú sem sé í minn hlut að standa uppi utan foreldri hér í heimi. Ég vil ekki kalla það lán mitt. Slíkt væri ofdjúpt tekið í árinni. En óhapp get ég ekki kalla það. Að minnstakosti ekki að því mig sjálfan varðar. Það var að því að ég eignaðist afa og ömmu. Hitt mætti til sannsvegar færa að óhappið hafi verið mest fyrir föður minn og móður, þó ekki vegna þess ég myndi hafa orðið neitt fyrirmyndarsonur, öðru nær, heldur vegna hins að börn nú einu sinni þarfari foreldrum en foreldrar börnum. En það annað mál. Eilíf, 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 Afi? Já. Af hverju segir klukkan alltaf eilíf, eilíf? Það hlýtur að vera misseint manni gott. Er það ekki til eilíf? Ekki öðruvísi þú hefur heyrt í kvöldbæninni að eilífu amen. Þessi litli bær hét í Brekkukoti. Þar bjó hann afi minn, hann Björn Sálugi í Brekkukoti, með konu sinni, ömmu minni. Einkennilegt, eins og ég var kunnugur þar í Brekkukoti, svo kunnugur að mér fannst ég hefði líka átt þar heima áður en ég fæddist. Og þó þessi kona, hún amma mín, hefði bæði kennt mér að tala og hugsa, og enda á því að kenna mér að lesa, þá kom það flatt upp á mig, þegar einhver sagði mér mörgum árum seinna að hún hefði ekki átt rúm að sofa í heima hjá sér. Ég verð þá að kannast við að einu skiptin sem ég hefði séð hana sofa, það var þegar hún satt á neðri hlóðarsteininum í eldhúsinu hjá sér. En hann skaraði dálítið fram og hallaði sér upp að efri hlóðarsteininum. Amma, skilur þú klukkuna? Og ekki sérlega. Ég veit bara hún sýnir dagatala og klukkustundir, allt onni sekúndur. En afabróður ömmuðinnar sem átti þessa klukku í 65 ár, hann sagði mér upp í fyrra eigandi annars. Hún hefði sýnt túnkomur, áður en úrmakari komst í hana. Og gamalt fólk í ætti ömmuðinnar hélti fram að þessi klukka gæti sagt fyrir giftingar og mannslát. En ég trúi því nú ekki að hafa mátulega drengur minn. Lubbi, rrrta, já Lubbi, veljuna, rrrta. Amma mín stóð mér nær en flestar konur. Þó ég vissi færra hana en aðrar. Líklega var það hún sem ól mig upp, að ég varð sér svona eins og ég er. En það var ekki fyrr en eftir að ég varð roskin, að ég tók eftir henni, svo mér fannst ég sjá hana. Grímur? Já. Ég vona mér henni sérst áðan að einhver hér á bænum hafi verið að tala ljótt kúna. Það var ekki ég. Svo mikið veit ég að enginn hefur heyrt Björn í Brekkukoti gera það. Beljan fór í kálið. Ég veit fátt jafn ljótt að tala illa kú. Nema ef vera skyldi að setja á hana hundinn. Kýrin gefur okkur mjólkina. Blessuð skepnan sagt kúna. Þeir ætlaði verið að blessa hund hér út undir vegg. Það hef ég ekki gert. Mér heyrðist einhver verið að blessa hund. Hunda sagt grey, garmur og skarn. Það minnst okkar hefur enginn heyrt Björn í Brekkukoti blessa hundgarmin. Hér stóð Brekkukot áður en það var rifið. Í þann mund sem ég var að verða til var það gistiherbergi handa hverjum sem vildi.
Þá var mikil örtröð að því fólki sem nú á dögum heiti flóttamenn. Og þá gerðist það einhver dag að því ég hef frétt að þar bæra garði konun nokkra unga. Hún var á leið til Ameríku að fátæktarsökum sínum og að flótta undan þeim sem réðu. Nema hún verður léttari á meðan hún bíður eftir skipi hér í Brekkukoti. Barn þetta sem hún gerir sér lítið fyrir og eignast. Það er ég. Unga konan sagði, þessi drengur skal heita Álfur. En amma mín sagði, ég myndi nú skýra hann Grím. Þá skulum við kalla hann Álfgrím, sagði afinn minn. Og það eitt sem kona þessi hefur gefið mér fyrir utan líkam og sál, það er þetta nafn, Álfgrímur. Eins og allir föðurlausir menn á Íslandi var ég kallaður Hansson. Síðan skildi konan mig eftir nakin með þetta einkennilega nafn í fangin á honum Birni sáluga grásleifu kalli í Brekkukoti og hvarf á braut. Er nú kona þess úr sögunni. Í dag skulum við halda áfram að stauta Grímur litli. Abraham gat Ísak, Ísak gat Jakob, Jakob gat Júda og bræður hans. Júda gat Peres og Sera við Tamar. Peres gat Esrom, Esrom gat Ram. Ram gat Amma mín hafði til að svara fólki með orðtækjum og málsháttum. Ég hef ekki trúað því að margir háskólar eigi völ lærumeistara sem hafa takt einum öllum meira á bókmenntum. En hún var aldrei bitur. Óbeð gat Hvers vegna Ísa lestu þessa leiðinlegu þula, amma mín? Hún er á hebresku. Já, en hún er samt leiðinleg. En á útmánuðum var ég búinn að læra að stauta mig fram úr þuluskömmunni og upp frá því var ég læs á hvaða bók sem var. Ísa gat Jakob, Jakob gat Júda og bræður hans. Júda gat Peres og Sera við Tamar. Peres gat Esrom, Esrom gat Ram. Ram gat Aminadab, Aminadab gat Nason. Einu sinni sem oftar var Þórður skýrari gestur okkar. Hvað þessi skýrara titill bar í sér vissum við aldrei gjörla, enda sáum við hann aldrei skýra nokkuð lifandi mann. Þvert á móti, hann hélt því fram að það fyndist hvergi skrifað í helgri bók að skýrð skuli saklaus börn. Hver maður sem heldur fram að standi nokkur staðar skrifað í helgri bók að saklaus börn eigi að skýra, hann ger þá sjálfsins ábyrgð og tekur afleiðingunum. Og þær verða ekki góðar. Þegar hann prétikaði hirt hann aldrei hvort áheyrendur voru nærið ekki. Ég hygg ef nokkuð var að hann hefði helst kosið Öngva. Þórður minn! Nú kom að þeim degi skýrarinn skildi reisa burt af Íslandi og fara til Noregs að boða eld þeim mönnum í Þvísalandi tíðka barnskýrn. Í þau skipti sem hann hafði áður gist í Brekkukoti mánaða tíma eða 6 vikna á sumarferðum sínum, þá hafði hann ævinlega reynt að umbuna gistinguna með biblíu. Þórður minn, hér hefurðu biblíuna þín aftur. Það er ekki venja í Brekkukoti að hafa dýrgripi af mönnum fyrir að mega sofa. Ef þú þykkur ekki að mér biblíu Haustbjörn, lít ég svo á að þú tellir þig ekki lengur minn vin. Enda myndi ég þá ekki geta látið spyrjast að ég viti að aftur þíns heima. Ég skil. Þá ætla ég nú að fá þér eðla kú, því æsi er gjöf til gjalda. Í Guðs bænum hvað á ég að gera við kú? Ég veit ekki hversu eðlar þínar biblíur kunna vera. Rétt biblía hér á Íslandi er útlögð og þrykkt af herra Guðbrandi sálu á Hólum fyrir norðanland. Þá biblíu hef ég sjálfur barið augum hér í dómkirkjunni. Það stendur í henni að hún kosti kú. Það er okkar biblía. Mín kristilega samviska stendur að veði fyrir því að sú biblía sem ég hef meðferðis er góð og ekta, löglega prentuð og lastalust útgefin eftir frummálunum af biblíufélaginu í London. Hvað er það? Það er höfuborg Bretaveldis.
Já, það má vel vera. Ég veit ekkert um það. Ég veit bara að rétt biblía snembæru virðingu minn. Mín sálu hjálp stendur að veði fyrir minni biblíu. Hún þá kannski skítsvirði. Ég stend við það að mín lundúna biblía lögleg biblía. Þó hún kosti ekki nema 75 aura. Já, ég skipti mér ekkert að því. Þú verður einhvern veginn að klóra þig sjálfur fram úr því. Hér taumurinn á þeirri rauðu. Þú færð okkar eðlu kú fyrir þína eðlu biblíu. Skipið mitt að fara. Já, það verkurinn. Drengur minn, þú ert frár á fæti. Hlaupt á eftir honum Þórði skírara og fáðu honum bókina sína. Það myndi æra á óstöðugan að segja frá gestum þeirra garði bara í Brekkukoti. Jæja. Nú viðraði vel fram húsin í dag. Það segir eftirlitsmaðurinn. Og ekki það lakara hjá örninni. Sá sem talar eftirlitsmaðurinn og eins og heyra má, heimspekingur. Hinn Kafteinn Hógensen. Hann var ekki aðeins sjóndapur maður, heldur gigtveikur og vafalaust haldinn fleiri kvillum sem hann talaði þó aldrei um. Ég hef nú lært að ódrengilegir menn eigi strax svar við hverju spurningu. Við flestum spurningum til svör. Séu þær rétt lagðar. Þá ætla ég að spyrja þig að 2 spurningum eftirlitsmaður. Og það hvort tilheyrir maðurinn heldur himninum eða jörðinni? Og hvað segir þú nú þetta rakara frumvarp? Oft var fullt hjá okkur í stofu, marg ásettur austri og vestri. Sofið á göngunum, sofið í bæjardýrum. Stundum í haustferðum þegar mannflest var, þá holuðu gestir sér niður bæði í skemmunni og á heiloftinu. Undir súðuna á móti var loftslúkan og svo lítil afþilið kompa eða kommenta til hliðar við uppganginn. Hér voru stundum látin gista hjón, svo á heilsuleysir menn eða geðbilaðir. Þetta var konur sem þurfti að ala barn eða deyja. Ég í hópi þeirra manna sem voru í heiminn bornir í þessari kommentu. Og þar lá einnig konan úr landbroti þegar hún kom til okkur í bæinn að deyja, að hún vildi deyja hjá ókunnugum. Heldur þið verið búnir með kistun í tæka tíð? Þeir að reka naglan í, heyrur það ekki? Ég bara sárhrædd að hún verði ekki nógu löng. Komdu, taktu stærispottan að Anna. Nú mælir þau mig upp. Býtur hún út á endan. Hefur hún mælt mér rétt? Já, það rétt. Já, hlauft og verðu það við lengd kistunar. Já. Ég get fullyrt að ég alinn upp við mat á peningum sem allfjarri bankaskráningu. Afi minn var þeirra skoðunar að fé sem menn telja sér væri óleyfilega samandregið ellegar falsaður steðji ef það færi fram úr meðaltekjum vinnandi manns. 70! 80! 90! 100! 60! Hvað að gera? Við erum að fara að peninga. Við kemum heila söðu
Afi minn afneitaði grundvallaratriðum hagfræðinnar. Hann seldi afla sinn alltaf við sama verði. Ef ört var framboð, var fiskverð allstaðar lækkað. Það hvarflaði aldrei að afa mínum og samt kom fólk til að versla hjá honum. Það hélt þeirri skoðun fram að Björn í Brekkukoti drægi með einhverjum dularfullum hætti betri og fallegri fiska upp úr sjónum en aðrir menn. Þó einhver kæmi til hans og vildi kaupa allt sem í börunum var á tvöföldu verði, seldi hann áfram einn og einn fisk á sínu verði. Það var skoðun hans að stórar fjárfúlgur væri ósamræmi við skynsamlegt vit. Hallgrímur! Já? Við vorum gæðið peninga. Hallgrímur, hvar varstu svona lengi? Ég búinn að hoppa inn 200 sinnum í gaddavírskinningunni í Hvammskoti. Það eru 2000 krónur. Hefði ekki komið stór og grimmur hundur sem ætlaði að drepa okkur, hefðu grætt 2000 krónur í viðbót. Æjæja, ói tí. Afi minn átti til þess vanda að gretta sig líkt og hann hefði fengið kveisu þegar hann heyrði eitthvað skopplegt. Amma horfði aðeins lengi á hann. En nokkru dögum síðar, þegar ég var búinn að gleyma fjárglæfra fyrirtækjunum sæla, kallar hún á. Já? Komdu. Það var orðið útsleið og ég ekki að Björn hérna talaði við út af gaddavírsskýrðingunni. Hvað gat það verið það, amma? Þið eigi að vita það, skepnurnar mínar, að fara á móti landslögum hér á Íslandi að fara yfir gaddavír. Þetta var leikur, amma mín. Það þarf enginn að borga peninga. Vertu vissum að Jón í Hvammskoti er rást á ykkur. Jón í Hvammskoti er góðkunningans Björns í Brekkukoti. Það sem Jóni minnst líka, það minnst líka Birni í Brekkukoti einnig. Hvers sem fyrir við gaddavinnars Jóns í Hvammskoti, fyrir við gaddavinnars Björns í Brekkukoti. Ég gat ekki sagt neitt. Þó ég vissi vel að aldrei myndi sá dagur koma að Björn í Brekkukoti keypti gaddavír. Þess vegna þagði ég. Því það vissi ég allt og vel að sérhver illur verknaður sem að vinnur er engum og sérilagi framinn gagnvartanum afa mínum, Birni í Brekkukoti. Farðu fram á Hvammskoti, gerðu boð fyrir konuna þar. Berðu kveðju frá kerlingunum sem er hjá Birni í Brekkukoti og berðu henni þennan brauðlið frá mér. Já. Og varaðu nú sogalæknu Grímur minn. Hleyptu ekki yfir hann þar sem hann er þröngur og djúpur. Vattan heldur þar sem hann breiður úr sér. Já, amma. Og ef þú mætir hundinu, Grímur minn, þá myndu mig eitt. Skamma aldrei annara manna hund. Ef þú mætir hundi, þá lofa hann að þefa af handarbækina á þér. Og hann verður óðar slíkt til því. Er hann Björn formaður afiði viðláttinn? Hann er þarna inni. Björn minn, ég stal frá þér þessum mó í nótt. Móhlaðinu hérna norðan undir hjallvegnum. Ég veit ég sé aldrei glaðan dag framar fyrir þú hefur fyrirgefið mér. Jæja, það var ljótt verk. Og ekki nema svo sem vika síðan ég gaf þér poka mó. Veit ég það, fyrirgefið mér. Já, það er verkurinn. Reyndu þó að standa í fæturnar rétt á meðan við tölum saman og setja upp hattinn. Má ekki bjóða þér í nefið? Hafðu sætt boðið. Mér finnst ég bara ekki eiga það skilið. Tja, já. Hallgrímur! Já? Auk nú leti mína og byttu ömmu þína að koma með kaffi handa okkur. Já. Í svona máli þarf ég að hugsa mig um. Má ekki bjóða þér að tylla þér og drekka bolla af kaffi á meðan. Tölum saman. Háðu sæti og syndaði kæti.
að þetta nú meiri blessu tíðin. Ég held að við gefið upp á hvern dag síðan sumarmál. Já, þetta mikil blessu tíð. Sæll verð þú. Takk. Aftur til góða. Ég hef sjaldan augum litið því líka vorísu og í vor. Rauðið í sárið og angandi. Já, þvílík blessuð Ísa. Eða þá sprettan á túnunum. Það nú líkast til þvílík spretta. Jæja, nú ég að kveðja. Ætlaðirðu kannski nokkuð að segja við mig áður en ég fer, Björn minn? Nei, þú hefur unnið verk sem Guð getur ekki fyrirgefið. Jæja, Björn minn. Þakkar innilega fyrir kaffið. Vertu sæll. Megi Guð styðja þig í bráð og lengd. Farðu sæll. Vilt ekki taka með þér pokaðan þarna og það sem í honum gæði mitt. Mér stendur á askotan saman með mópoka. Já. Eitthvað var það sem aftur og aftur dró mig að kirkjugarðinum. Allt í einu og einhvern veginn alveg upp úr þurru. Þegar maður átti þess minnst von miðjan dag í miðri viku, heyrðist eitt kólfshögg. Það líður langur tími áður en hringt aftur. Hátt upp í eilífð. Þegar fyrst hringt í klukknaportinu á líkhúsinu upp í garði, þá líkfíldin kannski leggja á stað úr húsi einhver staður upp á Laugavegi. Smám saman þéttast hringingarnar og kliðurinn eykst. Kannski hefur hann hringt í morgun. Það svo góður lyktin af rænfanginu. Ætli ég afverðina mig svo á 7. eða 8. árinu. Ég sat álengdar og beið eftir mönnunum svörtu og bráðum að byrja að syngja. Ógnum var nú eitthvað friðsælt og notalegt að vita fólk fara sér svona ofan í jörðina við söng og klukknarhringing þegar það var búið að lifa. Komdu hingað stúfur litli skrafa við okkur. Okkur vantar 3. mannin. Ætlið þú sért ekki brauðbíturinn að Björns í Brekkukoti og skyldi ég ekki hafa skýrt þig einhvern tíma? Ekki man ég nú hver skýrði mig, en ég heiti Álfgrímur. Maður í kistunni? Það heitir víst svo. Aftur á móti vitum við ekki með vissu hver hefur skýrt hann. Eða hvort hann heitir nokkur skapaðan hlut. Alltaf skýri ég marhnútan áður en ég jarða þá. Já, við jörðum hann ekki að því við vitum hver hann heldur að því að við vitum að Guði þykir jafn vænt alla menn. Það kannski maðurinn sem lá daginn hérna í líkhúsinu og það var farið af honum andlitið? Já, það verkurinn. Það vantar sumsi á hann andlitið og þess vegna vitum við ekki hver hann Við höldum kannski að það sé einn tiltekinn maður, en það getur líka verið annar maður. Við vitum bara eitt. Guð hefur skapað alla menn jafnt og frelsarinn frelsaði alla menn jafnt. Nú raunum við sálminn sem Hallgrímur Pétursson orti fyrir 400 árum eftir hennar litlu dóttur sín og alla menn sem lifa og deyja á Íslandi. Ég því miður ekki nógu góður að syngja, en þó veit ég að til einn tónn og hann hreinn.
Að jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða og af jörðu skaltu aftur upp rísa. Drottinn minn, gef þú dánum ró og hinum líkt sem lifa. Að einsam lofti Og þar með var ég farin að syngja fyrir heiminn. Það var ekki laust við að ég fyndi dálítið til mín að vera tilkvaddur að syngja bæði fyrir lifendur og dauða. Mikið var buddan hans séra Jóhanns gömul og slitinn. Það man ég enn þann dag í dag. En tíringurinn sem hann gaf mér og þeir sem ég fékk framvegis ef ég söng í kirkjugarðinum við jarðarfarir voru fagrir. Í þann tíð kostuðu karamellurnar ekki nema hálfan eyri stykkið. Lífanlegt endar skjól. Þetta var þá þegar öll á botnin hvort góði jarðarför, indæl jarðarför. Guð gjöfi okkur öllum að fá svona góða jarðarför. Þessi dagur varð mikilvægur fyrir mig, því hér vaknaði áhugi minn á Garðari Hólm, þessum heimsfræga syni Kristínar frænku, söngvaranum að Guðs náð sem ferðaðist heiminn. Ekki var ég fyrirorðin stautfær, en ég gleypti í mig þær fjölmörgu greinar sem skrifaður voru hann í blöðunum. Oftast var vitnað í útlend blaðaskrif, frá Róm, París eða Berlín, og einnig var vitnað í blaðið Kussnaktar Nachrichten, sem hafði upp mikinn lofsöngum. Það var eins og fólk í öllum löndum heimsins stæði á öndinni yfir þessi snilld barst frá Íslandi. Góðan daginn, Kristín frænka. Sæll Álfgrímur minn. Hún Kristín í Hringjarabænum, móðir Garðars Hólms, sást í alveg sérstöku ljósi. Ókunnugir sögðust vita að ég væri skyldur honum. Á hverju sumri frá því ég fór að muna eftir mér var heimsöngvarans beðið með tillýðilegri orðfæð, en þeim mun fleir sögðu augnatillítum sitt fórum megin við kirkjugarðinn. En hann kom ekki. Akkur Garðar Hólm alltaf í ferðalögum, Kristín frænka? Auðvitað því hann syngur. Veist ekki að söngur það sem göfugast til á jörðinni. Getur hann sungið hátt? Hvað heldurðu? Engin Íslendingur getur sungið jafn hátt. En hún kemst líka djúpt niður. Jörðinur stendur orgelið hans gamla og hérna tíringurinn þinn. Venduðu svo ekki á að spyrja það sem þið hvorki varðar þú hefur vit á. Hérna. Ég hlakkaði til þegar mér glæddi svo viska að ég yrði talin þess verður að leyndardómar væru raktir fyrir mér. Og það sem aldrei fór mér úr huga var þetta með reinatónin. Hvar og eiginlega söngvarinn hann Garðar Hólm heima? Er hann engill? Hann Gorgur. Nei, hann svo sem hvergi heima í Minginsverðni. Af hverju hann ekki heima hjá móður sinni, henni Kristín í Hringjarahúsinu? Hann lenti í löngum ferðalögum. Hvernig fór hann að því? Það ólánið sem því veldur að menn fari í ferðalög. Hvað ólán? Við tölum ekki það skepnan mín. En hann var vætt drengur þegar hann var að leika sér hérna í kirkjugarðinum og líkur þér. En hann lenti í ferðalögum. Af hverju verða að fara í þessi ferðalög, amma mín?
Menn flosna upp og ganga frá búin sínum þegar það eru tekinu fyrir þeim heimilin. Sumir bílast á sinnin og einstökum að sér ekki annað en Amríku. Hellega veslingsmennirnir hafa gert eitthvað af sér og eru sendir yfir fjöll og fyrnindi, vötn og sanda til að fara í betrunarhúsið. Hefur þú aldrei farið í ferðalag, amma mín? Jú, ég hef farið í ferðalag. Austan úr Ölfusi og hingað. En það er þó alls ekki langt. Fyrir mig, skepnan mín. Var það svo slæmt, amma mín? Tölum ekki það, skepna mín, gleymt er gleymt. Og Garðar Hólm, kemur hann aldrei aftur heim? Það veit ég ekki. Ótrúlegt. En hana nú. Sjálft séður hvítir hrafnar. Og einmitt það bil sem ég var búinn að sætta mig við það fyrir fullt og allt að Garðar Hólm væri samskonar ómark eða tómt mál og flest önnur tíðindi sem gerðust í útlöndum og viðbúinn því að hann kæmi aldrei að eilífu. Þá kom hann. Svo vel, gjörðu svo vel. Komdu sæll og blessaður. Komdu sæll, Gorgur minn, og vertu velkomin í landið. Og sæll verð þú nú, litli Gúmundsen. Já, nú detta mér dauðalýs úr höfði. Það láti nú síðan ég hef alltaf að koma til þín, Björn minn. En alltaf vantar samheild. Loksins kem ég til þín í réttu föruneyti. Guði sé lofa prís. Lengi lifi Ísland. Hvað heitir þú nú, ungi maður? Álfgrímur. 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 Sá sem býr eina nótt með álfum. Álfgrímur. Það sem hefði allir átt að heita. Lubbi Tíkason. Ó, hér býr hið sanna Ísland. Þjóðsóln okkar. Þjóðsöngurinn og Guð vors lands. Nú, þú ert þá alltaf sjálfum þér líkur. Æjæja, ó ekki. Og það er gott, litli Gorgur. Það er gott að heimsfrægi menn styðja það sem maður hugsar. Hve oft þegar ég þar heima verið að útmála með rómantíkina hér í Brekkukotinu. Já, þið eru góðir. Mikið askot eru þið góðir. En nú komum við inn. Ég vona að kellingin hafi voltand okkur. Fáið ykkur sæti og sýnið það okkur kæti. Segið þið nokkra fiskisögur, piltar? Uppgrip á skötu hérna vorið í París. Hákallið sömuleiðis. Indelicatesse þar í suðrinu. Ré et raquin, vraiment. Já, það er gott þú hafðir fisk, drengur minn. Það er gott að hafa fisk. Á ég annars ekki kaupa þér allt helvítis móverki, kæri Björn. Eins og það leggur sig. Ja. Alla rómantíkina hér. Hvaða tík er það? Rjómatík? Ég vil kaupa þetta kott. Ég skal láta þið hafa prímakjallarinn og Laugavegi, Björn. Og svo gull til að kreista eins og skít, það sem var stólið. Ó, ekki. Það hafi verið styrri tíðin í vorpiltar. Hvað segirðu? Viltu segja manninum að ég sé fann að heililla? Hann vil fá þér gullpenninga, afi minn. Viltu segja þeim að hafið þér komið til að tala við mig fisk, þá skulle ég selja honum litla Gúmundsen eins og 5 bönd af síinni grafslöpu út í innskrift. Ég vil kaupa þér þennan part, Björn minn. Ég ætla að byggja hérna stórhýsi. Ég borga það sem þú setur upp. Það er ekki gaman að vera orðin svo heyrnardaugur og maður getur ekki lengur rifist við menn. Því maður heyrir ekki hvað þeir að segja. Ég tala nú ekki þegar maður skilur ekki það litla sem maður heyrir.
Jæja. Vandamálin steðja að og annir kalla mig nú heim. Hallón sem fannst nummer 3. Lífið heilir. Þetta var léleg koma, einhver góðgerðir og ætti þó að vera til fisksvoð í húsinu. En ekkert stóðar ef menn hafa æðiber í rassinum og nú ætla ég að fylgja þér til þeirra svo þú farið ekki með vitið úr bænum. Hvað heitir þú, kæri vinur? Álfgrímur. Hvernig læt ég? Auðvitað heitir þú Álfgrímur. Eða annar orða. Hvað heldur þú heiminn, Álfgrímur? Ég held ekki neitt. Ég á bara heima hér í Brekkhúti. Merkilegt. Stórmerkilegt. Stofan með þessum glugga er þá til. Slær þarna enn. Las nafn Jamesa Káans fyrir munni sér upp aftur og aftur með samskonar lotningu og ber að veita nöfnum þeirra manna sem ráða gangi veraldarsögunar. Loks fór hann að strjúka fingrunum upp og niður eftir klukkunni eins og þeirra blindur maður þuklar lifandi veru til að finna hvernig hún sé í laginu. Og ég sá ekki betur en tárin streymdu niður kinnarnar á þessum fræga manni. Hvar á þá Garðar Hólm að sofa, amma mín? Hvað segirðu, Grímur? Verður ekki Garðar Hólm gestur okkar hérna í Brekkhúti í nótt? Hvernig getur dottið í huga hans sonina Kristína frænku vilji vera gestur hjá okkur? Hérna eru 10 öra. Eftir hverju ert að skima, ljúfurinn? Ég hélt kannski að hér væri einhvers. Hver þá? Ég hélt kannski að Garðar Hólm væri hér. Hver hefur kennt þér að nefna hann? Allir tala um hann. Allir? Hver eru þeir allir? Vallambjörn í Brekkukoti? Í foldinni skrifaðir um hann. Í foldinni? Við hjálpi barnin að vera fann að lesa blöð. Ótrúlega hvernig barnin getur spurt. Ef hann væri ekki til húsa hjá landshöfðingjarna góði minn, þá mútti hann gista á Hótel Íslandi, þar sem það kostaði dilk að sofa um nóttina. Hérna.
byrjaði þá Í þá daga keyptu bændur hert hausbein úr þorski og flutti í klyfjum austri sýslur. Stundum álíka langan veg mældan í dagleiðum eins og frá Parísarborg til Peking. Mótal sveitir yfir fjöll og heiðar, sanda, klungur og straumvötn. Það var stórum tilkomumikil sjón að sjá svona lest taka sig upp. Hún hafði kringum sig andrúmsloft fjarlægra staða eystra. Mér sýndist ég vera þetta sjálfur. Nei, þetta er ég. Hvað ertu að gera? Ég er að kaupa pipar fyrir 3 ára. Alveg eins og ég. Má ekki bjóða þér eitthvað? Nei, Ekki einu sinni 5 ára köku? alveg óþarfi. Nei, það er engin óþarfi. Rjómakaka, lítið stærri en 5 ringur, kostaði þann tíð álíka mikið og fiskur handa 10 manns. Þetta lostæti hafði auk þess einn ókost og hann var sá að það var ekki hægt að halda því upp í sér að brot úr andartaki. Kakan leystist óðar í sundur á tungum hans eins og snjór fyrir sólbráð og rann ofan í mann sjálfkraga rétt það bil sem bragðið góða var að byrja að segja til sín. Og menn áttu ekki peninga til að kaupa sér aðra í viðbót. Hvað heitir þú annars, Laxi? Ég heiti Álgrímur. Hvernig læt ég að gleyma því? Hvað ég ætla að segja? Rétt, hefur það áhugamál? Ég ætla á sunnudaginn að fara niður á Austurvöllinn. Til hvers? Til að hlusta og syngja. En til hvers? Mér langar til að heyra dálítið. Dálítið, hvað áttu við? Mér langar svo til að heyra vínatónin. Svo þú ert líka farin að tala við séra Jóhann blessaðan? Já. Komdu. Madonna. Þarna var loksins sá maður fundinn sem kunna koma fram við bakaríu stúlkur eins og hefði. Svo sem hér stóð fyrir innan diski upplut, brosti líka í réttum stíl og roðnaði hæfilega, en það leiði ekki yfir hana. Eftir vill hafði söngvarinn komið hér áður. Hvað er í frétt? Ekki neitt nema mamma og pappa er alltaf að tala um að þú komir aldrei. Nú kem ég og fæ franskbrauðsteik, en fyrst ætti ég að kynna þig fyrir þessum strák. Hann er nefnilega ég sjálfur, eins og ég er raun að veru. Og hvað heit ég nú eftir? Þetta er hún litla fröken Húnmundsen. Og móðir hennar steikir franskbrauð betur en aðrar konur á Íslandi. Er þessi? Er hann með þér? Þau eru hvert með öðru börnin góð. Gjörðu svo vel að fá okkur 5 ára köku. Madonna, má ég biðja þér að húkka í þetta breiða hvíta fat sem stendur á það fæti? Takk svo mæð, Madonna. Jesús. Jesús. Jesús, já þetta ætti hann pappa að sjá sem segir alltaf að úldin fiskur sé bestur.
Nægir, Madonna. Nægir þetta gull? Vesku, Madonna. Jésús, þetta ekta gullpenningur? Það eru til ekta gullpenningur. Gull í eðli sínu óekta. Jésús. Ég get því miður ekki skipt. Svona miklir peningar hafa aldrei komið í kassan hjá mér einu síðan í komingar. Við látum það bíða þangað til næst. Adjö, Madonna. Nei, ég tek það ekki í mál. Það var allir þóra einu sinna að koma við hann. Ég myndi ekki hafa róið mínum beinum að vita hann nálagt mér. Ég grátbiður Garðarhól, takk ég frá mér gullpenninginu þar. Þaðan þessum unga sveini. Hann nær því að vera ég sjálfur. En Garðarhól. Hérna er peningurinn. Og nú er ég að fara. Ég var næstum búin að gleyma og nammi mín sendi mig út að kaupa pipar. Alveg eins og ég. Hún móður mín sendi mig einu sinni út að kaupa pipar. Og ég er ekki komin heim enn. Hérna er gullpeningurinn. Stíkt á þig þessum aurum. Jésús, já þetta er pabbi minn að sjá. Og hún mamma. Ég gleymdi að biðja þig að skila kveðju til hennar ömmu þinnar. Ég bið líka heilsa honum séra Jóhann okkar. Segðu honum að hann hafi haft rétt fyrir sér. Það er til einn tónn. Og hann er hreinn. Nú skal öngvan draga lengur á sögunni. Sá feikna söngur við Austurvöll varð auðvitað aldrei neinn. Gesturinn sem hafði vitjað okkur hinna þurfti náttúrulega að sigla daginn áður en hann syngi, af því hann var ráðinn út í heimi til frægðarverka sem þoldi ekki bið. En Guðmundsen fröken með hitti þig aftur. Það ekki þú sem skildir honum Garðarhól? Nei. Og þú skildir honum. Ég sá að það varst þú sem okkar gullpenningin. Ég er svo aldeilis standandi hlessa að vera svolítið grásleppu. Veistu ekki að grásleppu er óæri fiskur? Ætlar það ekki að verði þetta til hún stór? Ég ætla að vera fiskimaður eða skildur vera nokkuð um það. Grásleppu karl, að þú skulur ekki skammast þín og verið skildur heims frá manni. Ég á að fá peninga fyrir fiskinn. Ég hef einhvað peninga, því hann er gengin á vistinni. Ég á að fá peninga fyrir því. Ég held þú getur allt gullpeningi sem fyrir fyrra svína bestið þitt. Ég vona bara hann hafi verið falsaður. Þessi morgnar hafi ekki líðið mér minni síðan. Hvað gerðist? Það gerðist í rauninni ekki neitt, nema sólin var að búa sig undir að koma upp. Oft var frost og hjarn og marraði í ísum á nóttunni. Einhvers staðar í óendanlegum fjarska var vorið. Að minnstakosti í huga Guðs.
vissi aldrei hvað hann var að hugsa. Afi minn var alltaf í góðu skapi og alltaf mátulega svalur, en aldrei beint skemmtilegur. En mér fannst einhvern veginn að í návist þessa manns gæti ekki neitt komið fyrir öðruvísi en það átt að vera. Ég var ofta að hugsa hvað frelsarinn hafði verið góður að senda mig þessum manni til halds og trausts. Og ég afriði að vera hjá honum meðan hann lifði og draga með honum grásleppu alltaf á útmánuðum. Og ég vonaði að Guð gæfi að hann hyrfi ekki frá mér fyrir ég væri sjálfur komin vel á veg að verða eins gamall og hann. Þá ætlaði ég að finna einhverstað lítinn dreng og láta hann róa með mér til að vitja snemma á morgnana meðan stjörnurnar enn væru stjærar á útmánuðum. Amma þín hefur verið að tala við mig. Þú veist einhver minn að við erum í raun og veru ekki afi þinn og amma. Við erum ekki afinn í amma nokkurs manns. Við erum ekki einu sinni hjón. Við erum tvö gömul skör. En ég þekkt hana systur hennar ömmu þinnar hér fyrr meir. Ég vissi ekki að amma hefði átt systur. Hún ömmusystir þín dáin fyrir meir en 50 árum. En það hennar vegna sumu leyti að hún amma þín skulle vera hjá mér. Mér var vel til hennar ömmusystur hennar sálugu. Kom hún amma kannski til þín þegar systir hennar dó? Systir hennar ömmu þinnar var aldrei hjá mér. Og hún amma þín var gift kona fyrir austan fjall. Hún amma mín sagðist einu sinni hafa farið í ferðalag, austan yfir fjall og hingað suður. Já, sjáðu til, það rétt. Langt ferðalag. Já, það var ekki nema 2 mílur en það var langt ferðalag samt. Æjæja, á ekki. Hún misti bónda sinn þá á vertíðinni. Hann fór í sjóinn í Þorlákshöfn á páskum og þá var enginn eftir. Ha, var enginn eftir? Af hverju var enginn eftir? Hvar voru hinir? Það var ekkert eftir. Hún hafði eignast 3 drengi og varð fyrir því að missa þá alla. Seinasti drengurinn lá á börunum þegar faðir hans fórst. Hún hafði látið þá alla heita sama nafninu. Hún var alla tíð dálítið þrá í sér. Þeir hétu Grímur, eftir afennar. Það dóu flest börn hér á Íslandi. Ef ekki var annað þá var það barnaveikin. En þegar yngsti drengurinn var dáinn og hún hafði orðið fyrir því að missa föður þeirra líka á sömu páskum, já þá náttúrulega gefur auga leið að konan varð að bregða búi. Svo ég bauð henni að koma hingað suður ef hún vildi. Af því ég hafði verið lítilsháttar kunnugur systur hennar. Ég hélt hún amma mín hefði aldrei þekkt mér í voða en sofulækinn. Þegar móðurmyndin þín ætlaði að skýra þig álf hérnum árið, drengur minn, þá fékk hún amma þín því ráðið að þú skildi líka heita Grímur. Hún svona þrá. Og þess vegna langar hana til þess að þú drukknir ekki í sogalæknum þegar þú ert að fara eftir honum grána. Ég skal reyna að fara varlega af því. Hún amma þín var sem sé að tala við mig. Hún segir eftir honum Helgesen barnakennara að þú geti lært. Og okkur langar til þess að þú gangir menntaveginn. Af hverju? Hennar fólk hér áður voru lærðir menn. Fæ þá ekki að vitja meira aftur? Við vorum að hugsa að setja þig til skóla, drengur minn, og láta þig læra það sem þið kalla latínu. Meiningi var að þú byrjaðir í haust ef þú verður tekin inn. Ég fór að hitta séra Jóhann. Það búið að fá hafnarstúdent til að undirbúa þig. Það hefur verið talað að þú byrjaðir á morgun. Ætlar þá ekki að vekja mig fyrramáli til að vitja
Hún amaði þínu villir vel, drengur minn. Og ég líka, þó ég sé heimskur. Þetta kom sem sé eins og þruma úr heiðskýru lofti. Allar ráðagerðir mínar eilíft líf í Brekkukoti voru að öngugerðar. Ég beygði af. Ég hafði ekki gólað síðan ég var lítill, því að við góluðum ekki í Brekkukoti. En nú gólaði ég og gólaði. Mér fannst ekkert gæti framar huggað mig.
svo vel. Nei, gerðu svo vel. Hvað ætlan afi minn Björn í Brekkukoti hafa annars haldið að latína væri? Hélt hann kannski að hún væri svo þórnaldar þula sem leki upp klettum á Íslandi? Ef svo var, er ég ekki frá því að hann hafi haft nokkuð til síns máls. Það sem blautfiskinum sleppur á Íslandi, þar tekur latínan hlið. Til að fara fljótt yfir sögu. Ég var í æsku minni fullur af vantrausti og ugg, gagnvart öllu fyrir utan. Annar lykt, öðrum fólki, öðrum fiski. Það dofnaði yfir mér á þessu æviskeiði. Það sjá mig sljóleiki sem engin æskugleði gat rofið. Ef ég mátti ekki vera grásleppukall, var mér alveg sama hvað ég Áhugi minn fyrir söng virtist einnig gersamlega og fyrir alla tíð dauður. En sá maður kunni ekki vera fæddur, hann finn ekki sinn jafningja. Minn jafningi var nemandi sem var helmingi eldri en ég og komið til að læra á orgel. Varst ekki þú sem að sér að Jóhann leiddi stundum við hönd sér upp í kirkjugarð og lét syngja? Aldrei nema við smájarðarfarir. Það er sama. Ég þekki fyrir því. Þú ert einhvað skildur honum Garðar okkar Hólm. Ætlarðu kannski að spila fyrir soldanum í Álfgisborg? Það segðu það strax. Nei. Jæja. Blær? Já? Sestu við hljóðfærið, svo nemandinn okkar heyri raunverulega tónlist. Hér birtist sýn sem gerði mig orðlausan lengi síðan. Geislar loftsins hafa safnast í depil og þar er þessi ummyndun. Ég kemði ekki lengur nákvæmlega fyrir mig hvað hún lék. Sjaldan hefur nokkur maður hlustað af jafn andaktugu sálarleysi á spilverk. Þetta mætti vera lífið sjálft og endast jafn lengi og lagið. Var ég að óska og vona. Skelfingar hljóðfærið illa fari, Kristín mín. Hvað segir það barn? Ég veit ekki betur en ég þvoði það með sápuvatni vor og haust. Það heyrist nú ekki nema í annarri hverri nótu. Mér finnst heyrast ágætlega í því. Ef það kemur fleiri hljóð úr því þá myndi ég verða hrædd. Það þarf ekki annað en koma við eina nótu og þá sé ég fyrir mér allt eins og það var hér í kirkjugarðinum áður. En lofaðu mér samt að reyna að gera eitthvað við það. Auðvitað, drengurinn minn.
Þau kynlegu tilbrögð gerðu stundum seint á kvöldin að ég var allt í einu staðin upp á leksjum mínum án þess þar lægju til beinar ástæður og farin út. Ég vissi ekki fyrr en ég stóð fyrir framan forsöngvarahúsið. Fyrir kom að skugga sem ég hélt vera af stúlku, bæri fyrir á gluggatjaldinu. Þó ég sé allur að vilja gerður að taka ekki of djúpt í árinni, þá er ég ekkert að hugla það að ekki hafa aðrir fyrirburðir haft öllum meiri áhrif á mig. Mér fannst fyrst að hjartað í mér næmi staðar. Kannski var þessi tilfinning það sem ég nokkru sinni hef heyrt lýst með því framandi orði hamingja. Ef til vill var það hamingja, að minnstakosti var það mjög sárt. Ég var svo hrifinn af söngfræði að ef ég byrjaði um 8 tíma að eiga við orgelið hjá henni Kristínu, þá átti ég til að sitja þar sem ég var komin fram til morgun. Og kvöldið þegar ég var byrjaður að æfa mig á skalanum, þá kom gamla konan inn og settist í ruggustólinn sinn og hlustaði. Morgun lífsins vitjaði hennar aftur, morgun eilíðarinnar, kirkjugarðurinn eins og hann var hér áður. Innan skams var hann sofnuð í sætið sínu. Ég ekki að hugsa að verða alþjóðamaður eins og Garðar Hólm. Ekki veit ég nú það. En gaman væri að heyra Garðar syngja lag eins og Álfakónginn. Og já, því bíðum við allir eftir. Ætli hann sé ekki mesti söngmaður í heimi? Það veit ég nú ekki. Hann var innanbúður hjá Jóni Galna Guðmundsssyni þegar ég þekkti hann. Mig minnir að gamli maðurinn hafi meira segja verið byrjaður á kostunni í skóla. Það stóð í stutt. Menn sem ætla að verða heimsfrægir torla sjaldan lengi á skólabekk. Er það þá ekki alveg víst að hann sé heimsfrægur maður? Hann er að minnsta kosti svo frægur að við báðir höfum talað um hann. Og það skal nokkuð til. Hann veit ég þá ekki eftir hann syngja? Og nei. En ég var heldur ekki við þegar Kristur frelsaði heiminn. Ég skal reyna að ofþreyta menn ekki með mælgi útgang þessa pils sem komin var úr moldarhúsi og áttu nú að fara að spíkspora á gólfum latínuskólans innan syni kaupmanna, embættismann og góðbænda. Samt finnst mér ég get ekki með öllu sleppt stígvélunum sem voru tekin fram handa mér. Sveitamaður sem lagt hafði á til vestur heims fyrir 25 árum hafði gleymt þeim hjá okkur. Afi minn og amma sögðu mér að slíta niður úr þessu í vetur, því að þau voru orðin úrkula vonar að maðurinn myndi koma aftur til að sækja þau. Þetta voru góðir skór, en þó var í rauninni ekki gerlegt að fara út og spásvera í þeim nema að hafa með sér naglbít. Þeir líktust í raun og veru einhverju sem nefna mætti naglaveitu. Fátt er mér þó minnistæðar þessa skó, en hvað þeir gerðu mikinn hávaða og skarkala í góðum húsum. Og það olli því að flestum mönnum fór ekki verðum sel ef ég heyrðist koma álengdar. Þarna eru þið þá? Já. Pabbi er ekki heima, hann bað mig að taka þér í tíma. Komið þér. Hvað áttu þér að æfa? Ég man það ekki. Hvað æfingu? Ég veit það ekki. Nú, spilið þá bara eitthvað sem þið er búin að æfa. Ég er búin að gleyma því. Spilið þá bara skalan.
Þeir eru ekki búin að gleyma honum. Jú, líka. Það getur ekki verið. Galan getur engin maður gleymt því það bara tónaröðin. Ég kom þar aldrei framar. Ég hætti að læra orgel. Vorið fór í hönd. Ég mun bæði hafa verið fermdur og tekið próf. Ég þorði ekki eins og láta sjá mig í nátt við húsið. Varla ég þyrfti að líta þangað. Kannski ætti ég að stelast þangað einhverja nótt þegar aftur fyrir að dimma var mér stundum hugsað. Varð að vera eftir í Evrópu, heldur söngskemmtun í Parísarborg. Hann kemur seinna. Hann kom ekki. Hver? Garðar Hólm, hann heldur söngskemmtun í París. Æja, ekki. En aðrir gestir komu að norðan. Aumingja konan svo alla verður að leita til læknis hér í bænum og við ætlum að skjóta yfir þau skjólshús í miðloftinu. Hún heitir Chloe. Hvaða nafn það með leyfi? Það Hjarmeyjan gríska, svo sem mest var unnað af Daphne og eina vildarmeyjum Horatíusar skálds. Æja, ekki. En í þessu lífi hún afkomandi einhverjar elstu ættar í Norðurlandi. Jæja, það hefur það. Ég vona bara að hún sé ekki af eldri ættum en Adams ætt. Gerið svo vel að verma ykkur og þurrka og fá volgansópa upp á það. Amma! Já? Allt komið á eldinn. Við getum borðað strax. Ég heiti Drömman. Ebenezer Drömman, þingeyingur að ætt, bú- og gagnfræðingur að mennt. Og þetta konan mín, Chloe, af Lönguhlíðarættinni. Gott það. Amma, Garðar Hólm kom ekki heldur núna. Jæja. Hann var þó góðu drengur án Gorgu litlanna Kristínar. Hún ólst upp hér við kirkjugarði. Takk fyrir. Daginn. Góðan daginn. Hvað var það? Þekkir þú mig? Já. Og hver þú? Hálfgrímur. Já, svo það þá engin lygi. Svo þú ert sem sé til. Ég hélt mig hefði dreymt það. Varst ekki þú sem ást 5 ára kökurnar? Já, jú, mér buðst þær en ég borðaði aldrei nema eina. Það varst ég aldrei fallið þú sem varst söndur að kaupa piparinn. Keyptir hann? Ertu skilunum? Við heldum að ég verði hættu við að koma.
Blómsturhlið var rifið. Það var lítið. Komdu ykkur að finna mig. Við förum að kaupa 5 ára kökur. Takk kærlega fyrir. Það er óþægt að vera þér að mig. En væri eitthvað sem ég geti gert fyrir þig þá segðu til. Hugsaðu það. Já, ég á eina ósk. Mig langar svo að byrja þetta. Syngja fyrir mig Álfakónginn. Álfakónginn? Hvaða álfakóng? Verreitet svo spetur, nekklung vind. Hvað er að heyra þetta? Ég verð að glugga svolítið sjúpart. Sjúp? Til hvers? Það er tilviljun. Við verðum að tala þetta betur. Komdu að hitta mig einhver daginn. Hóteldi Ísland. Ég skal reyna að gera fyrir það sem ég get. Ef ég þekki Garðar Hólm þá ættu þér að vita að það er ekki á hvers manns færi að tala við óperusöngvara. Ef einum væri hleypt að honum kæmi allur bærinn á eftir, þeir halda sig eigan. Mikið rétt, áritunum hans er hjá mér meðan hann dvelst á Íslandi. Ég hef hann heiður að taka múti bréfum og segja að hann sé ekki heima og hann réttir mér ekta gullpenning stöku sinnum. Akkurri gengur þú ekki í sokkun, Ebenezer-drauma? Maður geti haldið þú hefur aldrei lifað vetur á Íslandi. Meistararnir ganga ekki heldur í sokkum. Sá maður sem gengur sokkalaus getur öðlast hluti sem sokkamenn munu aldrei ná. Með því að spara sér fyrir sokkum getur maður ámaður fyrir frímerkjum og getur skrifað spekingonum út allan heim og fengi hjá þeim réttar þýðingar á torskildum sanskrítarorðum, til dæmis að taka hvað merkir orðið karma eða prana og mæja. Svona elskan, ég kem til þín bráðum. Og þú ungi maður sem ert í latínuskólanum, veist þú hvað það þýðir? Nei. Þannig sjáu þið, allir í sokkum og enginn veit hvað prana er. Hvar hefur þið náði svona fallega konu, Laxi? Chloe var ein af 14 systkinum. Ég var heimiliskennari þar. Á samri stundu og ég leit þessa ungu stúlku augum í fyrsta sinn, vissi ég að þar hafði háþroska vera borist inn í Lönguhlíðarætt. Og ég sagði við sjálfan mig, nú já, ein af þeim egypsku. Þeim fírsku? Já, akkurat. Hitt skipti samt bestu mála því þú litist á hana frá upphafi. Litist á hana? Nei, það var nú öðru nær. Mér leist ekki á hana. Mér líst yfirleitt ekki á neitt. Ég veit óskup vel að allt líf er mæja, hilling, villa, svipur einn. Hún er af öðrum tíma. Já. Ég kem. Nú skal ég breiða ofan á þig, gæskan. Nú skal ég klappa svolítið á þig. Skal ég leggja hendin á gagnaugat á þig. Og nú förum við með indversku bænin. Om mani padme hum. Om mani padme hum.
Það mikið og vandasamt hlutverk að vera læknir hennar. Já. Sálarþroskinn hjá henni hærri en jarðneskt efni þolir. Já. Hún á takmörkum endurfæðinganna. Ó, já. Það kemur að krafturinn dvín í ættum. Vel á minnst. Þú átt að syngja við jarðarför á morgun fyrir séra Jóhann. Hann borgar þér 30 aura. Hver dáinn? Einhver sem enginn veit hvort hefur lifað. Reitet so sieht durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. Hat den Knaben wohl in dem Arm, fasst ihn sicher, hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Á laun leitaði ég uppi kyrrláta staði til að æfa röddina. En hvort það var nú að því mér var farin að leiðast allt eins og blómstuð veina, ellega langaði ég einhverja tilbreytingu í kirkjugarðinum, þá tók ég mig til og söng Álfakónginn eftir Schubert. Hver ríður svo ört yfir ís og hjarn. Eins og allir vita, þá álfakóngurinn í rauninni bara Ólafur reið með Björgum fram. Nema ástmeyjarnar eru hinu þýska kvæði látnar mæla lokkunarmálum við Ólaf fyrir munn þriðjamanns. Og viti menn, karlmanns, nefnilega álfakóngsins. Í stað þess að dauðinn kemur fram í mynd síðustu ástmeyjarinnar. Mig langaði að prófa þetta lag, ég vissi hvort þeirra myndi ekki margur heyra til. Það öldungis rétt. Það allir heyrnarlausir hér í kirkjugarðinum, nema Guð. Og Guði þykja nýju lögin alveg eins góð og gömlu lögin. Og ég held að Budda mín sé farin að leka. Hér eru 27 aurar, en það ekki nóg. Þakka þér kærlega fyrir sér, Jóhanna. Verði nú ekki að borga mig meira. Hérna finn ég þá endar að lausa tvígeringi viðbót. Ég þyrfti endilega fara að koma mér upp almannlegri buddu. Ég ætla ekki einu sinni að komast upp í þessa 30 aura sem ég var þá hálfbúin að lofa þér. Ég verð að biðja þig að eiga hjá mér einn meiri. Sumir menn komast aldrei úr mútum, en í öllum góðum mönnum lifir réttur tónn. En það sérstök náð ef Guð lofar mönnum að syngja þann tón sem þeir heyra. Ég orðinn gamall og hef aldrei komist úr mútum. Ég hef aldrei borið gæfu til að syngja þann tón sem ég hef heyrt. En sá tónn jafn góður fyrir því. Hvernig hefur hann náð þessum tón? Hvaða tón? Þú hefur tón. Ég fór að finna daginn, en þú ert út í franska hestskipinu. Stóðstu ekki á framarlega á grafabakkanum? Heldur að sá sem syngur eigi að trana sér fram fyrir ekkjuna? Það var engin ekkja. En ég allir látum syngja við þeim mönnum sem eiga ekkjur. Maður á ekki að syngja til að skemmta sjálfum sér. Ef ég séð þig, þá hefði ég kallað á þig til að syngja. Það til einn tón. Sá sem hefur heyrt hann syngur ekki. Framar.
Sæl, ég kominn. Sæl, skepnan mín. Bum 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 Guð mig góður. Ég var bara að gá út gluggann og vita hvort ég segi ekki að manni minn koma. Faður blessuð Reykjan. Hvað heitirðu? Hálfgrímur. Ertu utan bæjarmaður? Já. Segir nokkuð títt? Nei. Og eftir hverju bíðurðu? Ég verið að bíða eftir skugga. Góðan daginn. Gott veður í dag. Hann er meðallagi. Ég er að ganga með til skemmtunar. Læknir segir sér á feit. Þú ert með rusli í hárinu. Ég var meðdaldið þarna. Hvar hefur fengið þessa mynd? Hún lá á leiði. Hver ætli þessi kona sé? Hvernig og ég veit að það? Heyrðu, þú ert í latínuskólanum, er það ekki? Jú. Og hvað ætlar að verða? Grásleppukall. Æ, vertu ekki alltaf að stríða mér! Svo ég rúkir einu í annað. Heyrðu, hvert annað skildur hún að Garðari? Það veit ég ekki. Jú, þið eru skildir. Æ, hvað heitir hún nú aftur? Hver? Konan af Skarðarshólms. Konan af Skarðarshólms? Ert almennileg? Nei, auðvitað ekki. En það var ekki hægt að hugsa sem er í skömmin en að væri giftur. Heimsfrægur maðurinn. Því miður, kæru vinir, því miður, gangið þið heim. Gesturinn okkar kom ekki. Garðar Hólm segir í bréfi til mín
að branska herskipið, farkostur hans, látur hefna á þessari stund. Hann biður að heilsa, háum og lágum, og biður þess að íslenska þjóðin megi lifa, dafna og blómgast. Nú frá því að segja að eftirvæntingafólk sem beðið hafði söngs langþjáð af þögn. Það leystist sundur í regnunum með þolinmæðisbragði sem tilbenti að ekki væri þetta með öllu hið fyrsta sinn sem það hefði orðið fyrir vonbrigðum. Veitur þið, Kristín mín? Ég orðin eitthvað svo skelfing náttblind. Mig langar að biðja þig að auka leti mína og skrepa fyrir múti í kopa. Láði hann disk og þessa könnu upp á skörin á heiloftinu, hann daumgja músinni. Hvaða mús? Hvaða mús? Mís hafi engin nöfn. Svona spurningum ekki eins og þetta svara. Komdu upp á loftsköruna, góði. Ég þarf að tala við þig. Ég langaði í kæfubita. Eða viltu heldur vínabrauð? Það það sem þú vilt úr karfinni. Nei takk, það er alveg óþarfi. Mér langar til að biðja þig lítilræði. Og það að kinka vandlega aftur hurðina innan og sofa hér á loftskurinn að mér í nótt. Og ef einhver skyldi berja, fara til dyra og segja við hvern sem spyr að Garðar Hólm óperusöngvari sé ekki hér. Ætlarðu að gera það? Já, ef þú vilt. Þakka þér fyrir, kæri vinur. Þú spurði mig hvort þú gæti lært að syngja. Ég veit það ekki. Það má vel vera að þú sért efni í söngmann. Það má vel vera að heimurinn gefur þér allt sem hann á best. Dýrð, vald, virðing. Hvað er til fleira? Eftir vill hallir og aldingarðar. Eða kátar ekkjur. Hvað svo? Veistu hvað? Gefðu þér skóna mína. Nei, það nú alveg óþarfi. Nei, það engin óþarfi. Þú ert á vandum skóm, við erum vinir. Þú syngur. Ég gef þér skó. Það allt og sumt. Þetta er ég? Jesús! Hvað ert þú að gera hér? Ekki neitt. Og þú? Nei? Já. Jesús! Vildi sé við skalinn. Segðu mér, hvað varst þú að gera þarna? Ekki neitt, ég sofnaði bara. Var Ára lengi þarna?
Já, ekki aðra þeir drömmur sem kunna vitja mann í svefni. Dreymdi þig kannski einhver? Það er annar málu en nú er ég vaknaður. Mér hefur ekki komið dúr á auga alla nótt. Af hverju? Af hverju? Að það var að þig það. Auðvitað því að pabbi minn og mamma mín lokuðu minni á sjálfur mér. Átti loks ekki skreið út gluggann þegar voru að byrta. Hvert er vitorðið með honum? Hvar er hann? Komdu með hann! Með hvað? Heldurðu sé einhver astni? Heldurðu því verið með einhver ólíkindalæti? Hvað hefur gerst í nótt? Þetta eru ómargar spurningar í einu. Þú hefur alltaf verið svína best. Þú hefur stólið skónum hans. Þess gæti ég trú að þú hefði myrt hann. Ef þú ert að spurja einn mann þá veit ég ekki annað þetta. Hann gaf mér nýju skóna sína og fékk gömlu skóna mína. Og hvert fór hann? Ég hugsa hann að fara í herskipið. Lygi! Það verið ekkert herskip. Þú lýgur því. Þetta skammast ykkar. Og pabbi minn, þau borgaði fyrir hann árum saman á fínust og dýrust hótelum. Til að gera frægar út allan heim. 100 og 100 og 100. 1000 og 1000. Milljón. Já, gullið sem var sveitir í kringu sig. Það er gullið hans pappa. Hann að vera með okkur. Það svífur þar nokkuð þegar mest liggur við. Jésús. Og hann sem var búinn að lofa að sýna mér allar heiminn. Gjötu best trú að hann væri giftur þessari saltkettlingu með lúsakrakkana. Vertu sæl. Ég er farinn. Hallgrímur, láttu mig ekki fara inn í bæinn. Það eru grimmir hundar á götunni. Nú, komdu þá. Er ekki óskup að sjá mig? Jú, Lít ég ekki út eins og rótnipúra? það gerir ekkert til. Akkur er svona illa við mig? Þvaður. Er þér illa við mig því að þú ert fátækur en ég er rík? Af hverju ætti ég að vera fátækur? Ef mér er illa við þig þá er það því að þú ert fátæk en ég er ríkur. Skammastu þín! Skammastu þín fyrir að vera með skóna sem fótunum og vil ekki eins og segja mig hvað verður af honum sjálfum. Hvað vilt honum, Anna? Skal ég segja þér að þú vilt vísa mér á hann? Annað mál er það. Já, þá er heldur ekkert hvað ég vil honum. Jæja, nú fer ég ekki lengra. Það er eins og ég segi, þú ert svína best. Hvers væntum við af Garðari Hólm? Vorum við kannski eitthvað söngmannkinn sem brotið hafði hér skip á fyrndina og þögulli strönd og síðan verið að bíða eftir þessu eina, kynslóð fram af kynslóð. En mig er það að segja að ég fór að leggja leiðir mínar í kennslustund í söng og hljóðfæraslætti. Hjá Madame Strupenholz, danskri konu. Ástæðan til þess var ósköp einföld. Af hverju flýið þér okkur? Hvað hefum við gert yður? Pabbi mér segir að ég minna hafa móðgað yður. Hvað gerði ég? Ekkert. Af hverju? Þegar þér voru nærri, ég hélt ég myndi ekki lifað af. Er ég svona leiðinleg? Verð þér sælar. Má ekki bjóður að gera svo vel að ganga heim með mér? Ég veit hann pabbi bíður eftir yður. Þá getum við talað út það sem ég skil ekki. Verð þér sælar. Og það er yfir að kenna ég get ekkert sagt af því ég
Hallgrímur. 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 Já. Sæktu mig vel kalt vatn og auktu leti minn og vættu mig kaldan bakstur. Eru þeir að vesna? Komdu hingað. Komdu hingað. Höfuð á mér er svo eldsviti. Finndu á mér ennið. Óttalegt. Finnst þið það ekki? Jú, ætli það ekki. Eða hvernig hjarta í mér lætur. Finndu. Óttalegt. Finnst þið það ekki? Finnurðu? Nei. Haltu hendinni svo litið ofar og býttu þangað og finnur það. Þetta er gott. Þetta er gott. Það var sama sagan á hverjum degi frá þessu, óðar en ég var komin úr skólanum. Og ég gekk inn í komunduna í síðdegiskyrðinni, lagði upp höndina á konu þessa og sendi henni straum. Konan tók ævinlega við sér með réttum skjálfta. En alltaf fannst mér ég hefði unnið eitthvað á móti betri vitund, eitthvað sem ekki væri samboðið virðingum minni. En hvers virði er betri vitund ef hún bannaði mann að vera öðrum heilsulíf og yndisauki? Eitt var mér þó ljóst. Ég myndi aldrei framar finna blæ. Sú var í rauninni sorg mín. Ég hafði svikið hina óholdteknu konu, konuna á himnum, eilífðina í kvenmannslíki. Nú var ekki framar skugga að vænta á fortjaldinu, loftsýnin horfin. Þau tíðindi hafa borist haf að Garðar Hólm, veraldarsöngmaður, muni koma við land á Íslandi innan skams. Hinn mikli veraldamaður hefur snúið hingað för af vallandi en á næstliðnum vetri jók hann mönnum skemmtan mjög með fagurri kveðandi fyrir sunnan fjall. Hefur kveðandmaður verið aufúsugestur allrar alþýðu í þessum stöðum og svo hinna bestu manna af fursta og stórhöfðingja kyni og jafnvel herra Pávans. Já. Og fröken Gúmusson segir þú sitt komin heim hennar vegna. Hún sagði nákvæmlega, hann kemur að því hann hefur snúið við lífi sínu. Það er og. Kannski á sért að hugsa að slá til og verða innanbúðar hjá þinn. Hver veit. Hann afi mig milli reynda að láta mig læra til prests. En ég var fyrir því óhappi að vera dúks í skóla og það sagt að dúksar verða aldrei að manni. Ég veist ekki að þeir sendi því í söngskóla og kost til því sem þar við uppgötað og getur haft hærra en fyllir eftir niðri hjá þeim. En þó sérstaklega ef Dana segja þeim að þú getur orgað hærra en svín. Það ætla ég að segja þér fyrirfram. Það verður engin hökufeitur að því að gerast þér að borðsitjandi í andan. Jólaleitið myndu sjást farin í hliðargötu í útlendri borg og tína saman þá koparpeninga sem kynna leynast í vössum þínum. Og reikna saman hvort þú eigir fyrir kaffibolla, einhver smugu þessum, eftir þetta kynntur á. Tékkurinn sem áttur vona frá Íslandi hefur nefnilega ekki komið fram þessu jólin. Ég veit það skal mann til að ná hreinum tóni. Margir gáfu allt sem þeir áttu. Heilsu sína til líkam og sálar. Lét svo líf sitt þeir áðanum aldrei. Ég held ég myndi reyna að leita fyrir mér fiskvinn í útlöndum heldur en bíða þangað til að vera alveg dauður.
og hætt að syngja? Ætli það ekki? Að minnst okkur telur hann afi minn að blautfiskur komi fyrst í lífi sérhvers manns. Síðan koma aðrir dagar. En wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen. Schumann, Heine og áin Rín. Einhvern morgun fer ungur hópur í skemmtiferð upp eftir fljóti og þið eru úti allan daginn. Þið komið í fordan Aldingarð og sláðið í hringdans. Farið inn í svala miðaldakrá og kneifuður og æfa gamlum kollum. Stúlkurnar í hópnum eru á þjóðbúningum eftir síð bændafólks. Kvöldið þegar þið siglið heim og tunglið stíð upp á himminkvelið, veist ekki fyrir neinn stúlkurnar í hópnum hjúfrað sig upp að þér í náttblænum þar sem þið sitjið aftur á í ferjunni að horfa á farsíma. Það er svo sama að koma öll upp í fangið á þér í dansunum. Og grúfur hún andliti undir vanguðin þreytt. Hún læst sofa og að skilnaði hvíslar hún. Ætlar að sjá mig líka á morgun. En á morgun hún auðvitað ekki hringdansari í þjóðbúningi. Hún er hálfbróð mentakona. Hún spyr þig, hvenær ætla að hætta þessu bölvuðu gargi? Ef þú segir, aldrei, þá finnst hún sérstaklega fyndin og hlær. Hún spyr þig, hvað þú ætlar að gera í eilíðinni þegar þú sért búin að læra söng? Ef þú segir, ekki neitt, þá hlær hún aftur. Það er sjaldgæft að hitta svona óvenju fyndin mann. Þú ert sérkennilegri en allir aðrir menn. Seinast fer hún með þig heim til foreldra sína. Hún segir, viltu ekki hætta að syngja nema bara fyrir mig og vera á kontortnum hjá honum pappa mínum? Segðu mér, hverju svarar þú þá? Amma myndi segja, það sem þú ert sjálfur, það ert og annað ekki. Ha, það er skeflast kellingunni. Það sem maður er sjálfur, það er það eina sem maður er ekki. Það sem aðrir halda að maður sé, það er maður. Þú verðir stúlkuna fyrir þér. Nú er þar komið ævintýrinu að sonur Kats og Kettlingar hefur fundið kongsdótturina. Þú eignast bæði hana og kongsríkið þann dag sem þú hættir söng. Hún horfir á þig og væntir svars. En þú heldur áfram að þegja. Því sú kona er ekki fædd sem myndi skilja þig. Hafið ekki grunað það áður, þá veist á þessari stundu að ekkert er á jarðríki fullkomnar en kona. Fyrir sitt leyti, svo langt sem nær. Og þú kveður hana þegjandi og gengur burt að eilífu. Og hvað gerir þau nú? Ég fari ekki bara heim. Ég er eitthvað svo bundin Brekkukotspartinum. Von mín hefur lengstu verið svo að mig að verða grásleppakall. Og ég veit að þegar ég verð týraður og búinn að missa sjón, heyrn, ilman, smekk og tilfinning, þá sit ég einhvers staðar í horni og hugsa þegar ég var að vitja hroggkelsin með honum afa mínum á Skerjafirði á útmánuðum áður en nokkur maður var komin á fætur á morgnana. Og hvergi ljóst hér nefn ég einu koti á Álftanesi. Þú er skrítinn piltur. Trúir ekki á neitt. Ekki nokkuð skapaðan hlut. Andleg verðmæti mannkynsins hafa skapast á trúnni á það sem spekingar afneita. Ætlar að loka Péturskirkjunni? Því það hefur komið upp á dúrnum og hún sitt í jarðteik rangra lífskoðana og komið mönnum að betri notum sem hestarétt. Ef sanna verður með sagnfræði eða náttúrufræði eða jafnvel fyrir rétti að upprýsan sé ekki nema miðlungi vel vitnisföst. Ætlar þá að hafna hámálmessunni? Farðu í hótelið og sáðu þar fyrir mig nótt. Og ef einhver skyldi spyrja mig, þá segði ég sig í veislu hjá landsstjórninni. Hvað er Garðar Hól? Hann er í veislu hjá landsstjórninni. Þú nú líka farin að ljúga. Líka? Eins og hver? Allir.
Eru ekki hvernandi ljúga? Ef ekki viljandi þá óviljandi, ef ekki talandi þá þegjandi. En mér er sama þó hann ljúgi. Hann hefur bara engu ástæðu til að fyrirlíta mig þó hann fyrirlíti allt mitt fólk. Ég hef ekki gert honum neitt illt. Mér er sama þó hann búi ekki höll út í einhverju löndum sem ég kann ekki að nefna. Hann þarf heldur ekki að fyrirvera sig fyrir mér þó hann veit að ég veit það. Ef manni þykir vænt ykkur, þá er manni sama þó hann búi ekki í höll og það eru bankar þar sem hann á inn og allar. Heimsbólku þar sem hann fræg sé ekki til. Viltu vilja mig til hans? Ég lifi ekki af þessu. Nefn ég tali við hann. Hann sefur hjá landstjórninni. Já, ég veit svo sem hann liggur upp á þessu andstýra gamla fjóslofti. En það hlýtur þá að skilja að hafa hann ekki mælt sem mót við þig, þá ætlast hann ekki til að þið sjáist í kvöld. Þú ert sama svína bestu þú hefur æfilega verið. Ekki að spyrja því. Svo ég veit ekki hann er að narrast á mér. Hann narrast á okkur öllum. Ég er sama hvort hvað syngur við hennar við. Reyndar er mér sama allan söng. Ég var lítið telpa. Hrifin af ævintýrum og drakk mér lýsingar á söngkollum þar sem allir stóðu endinn ef hann opnaði munnin. Hann var ekki fyrirkomin í landi, mér fannst ég svíf í loftinu. Þegar ég gekk á hlýðin hann hérna löngustu, þá er ég fyrir ofan það líf sem við lifum. Nú með löngu sammalt það. Hvað hefur komið fyrir? Það hefur ekkert komið fyrir. Ég elska hann bara. Ég skrifa á honum að þó var daglaunamaður í landi sem ekki þekkist og heiti Jótland. Það er ekki einu sinni land. Þá nætti þar kona börn. Þá væri ég hvenær sér búin að láta honum allt í tíð sem hann vildi þykja. Því hann er svo einn maður sem ég hrifist af dagana og engin maður en hann getur nokkur tíma. Það er talið óráð að hvísla leyndarmálum sínum á vindinum. Ert þú vindurinn? Hver veit? Fleira var ekki hægt að segja í bili. Að minnstakosti gat ég ekkert sagt. Sá maður sem setið hafði á grjótgarði út í slagviðri eina nótt í vetur sem leið og beðið eftir skugga á tjaldi og tapað þessum skugga fyrir fullt og allt. Það er farið að verða framorðið. Ekki fyrir mig. Bara nýr dag. Vist það ekki komið tími til að fara? Farðu sjálfur. Ég ræði hvar ég er. Þetta er mitt heimil, það er ég sem láta útbúð þessi íbúð og ég sem borga. Ég bið velverðingar. Jæja, góða nótt. Ætlar ekki að setja ögnur til hugulegt sem ég býð? Gerðu það. Ættu að vekja dyrabörun að tóka mér hessingu? Og þú ert svöng, þá minnum við að þarna séu 5 kökur á hillu í skáp. Komdu með þær. Það eru hvað sem er mína kökur. Það er eins og verið að kasta fyrir hund. Svo sem ekki að bjóða mann að gera svo vel. Ég veit ekki betur ég hef við látið þarna hníf, gaffal og skeið. Skýrir mig líkilega ekki eftir eins og rottu hér í rjómakökunum hans. Þú ert vonandi svo kafilegar að borða mig til samlætis. Gerðu svo vel og fá þig sæti. Nei takk. Ég hef farið húsavilt. Góða nótt. Jesús minn góður. Þú ert að mörda svínabördamanni sín nokkuð tíma á æfinni vita. Aldrei hef mér dótt í huga hann að systminni gæti verið til. Hvers lengur að þið sótið henn og fíla fyrir lengdina. Mér hafði í rauninni ekki dottið í hug sjálfum að ég væri svona vondur. Og af því helgaðist það að ég settist niður hjá stúlkunni og fór að reyna að hugga hana. Því ég skynjaði allt í einu þann dýrslega einmanaleik sem svikin ást getur hellt yfir manneskjurnar. Og eins og jafnan þegar á að sefa barn eða fyrirgefa afbrot,
þá verður þar endir allra rökhugsunar, en önnur lögmál taka völdin, ef til vill lífið sjálft, eins og það er. Ég hræddur við höfum borðað rjómkökurnar þínar. Það var sjálfsagður hlutur. Þið eru mínir gestir. En hvað er voruð væn að bíða mín hér? Nú raka ég mig. Skal fá mig kaffið. Veislan sem ég var í hætti ekki fyrir í björt. Ég kom við á Munvegum á leið úr veislunni. Það er lítið hús á Eyrunum. Það er viðfelldinn staður. Líkt á himnaríki. Eini staðurinn hér í bænum þar sem er meiri apótekar líkt en í apótekar. Það situr málvinur minn við opna lúka á morgnana og horfir út á sjóinn og allir mávar sem til í Norðurhöfum fljúa fyrir hjá honum. Svona tala þess bara frægir menn, eða hvað? Góðan daginn, vina. Ég var að tala við þig, Garðar. Einslega og sem fyrst. Ég skal fara. Nei, það veit þú ekki rétti, vina. Ég hélt ekki að við þrjú ættum neinn leyndarmál. Jæja, eins og þú vilt. Ég og hann Álfur mig hérna verið trúlofuð. Við trúlofum okkur í nótt. En hvað það var gaman. Ég samfagna ykkur innilega. Nú raka ég mig. Síðan heldum við trúnumærangildi. Við látum koma kampavín. Hvað segir þú, Álfgrímur? Ég og við, það hefur kannski ekki gert svo mikið í raun og veru. Hefur ekkert gerst? Talaði berum orðum? Ég og við, það hefur ekkert gerst umfram það sem gerist þegar svipað er ástætt. Karlmaður er karlmaður og kvenmaður er kvenmaður. Og það sem þar til viðbótar eru ytri atvik. Það hefur ekkert gerst mig. Ekki annað en það sem vant er það. Með öðrum orðum, ég er bara vanaleg drusla. Er ekki það sem áttu við?
Jesús, skóurinn minn. Hvar er skóurinn minn? Ég hef ráðið nokkuð við mig. Ég er að halda sérstakann konsert. Kirkjutónleik. Hann verður fyrir boðsgesti. Þá sem aldrei myndi láta sér til huga koma að steðja á búðarskemmtur hjá Guðmundsson. Ég var að hugsa að biðja þig að leika undir hjá mér. Nei, það er ekki hægt. Ég hef ekki komin á alveg hljóðfæri nema orgelskreipinir hringjar að bænum. Í skrúðhúsinu er vist að þægilegt hljóðfæri handa okkur. Það hafði annað hvað nótíði þegar ég var strákur. Við skulum vona að hinn helmingunum sé þagnaður núna. Komdu við hjá henni móður minni. Segðu hún sé búin á konsert í Dómkirkjunni. Ég kem að sækja hana. Þú ert ekki almennlegu barn. Drengurinn minn var genginn hér fyrir stund og hann myndist ekki á neina söngskemmtun í kirkjunni. Já, það er nú svona samt. Þetta verður söngur fyrir sérstaka boðsgesti hans sjálfs. Þá sem ég ekki samstöðu með gestum búðarinnar. Það var og... Hann vill náttúrulega sýna yfirvöldunum arta því þau kostuð hann með allt upp í 100 krónum á ári þegar hann var að lesa til söngmanns. Kannski vill hann líka syngja fyrir hana móður sína? Ha? Kannski vill hann líka syngja fyrir hana móður sína? Já, nú nærrum það en Georg minna. Það hefur lengi verið með vondraumur að fá að heyra hann syngja. Ég hef nú átt mér nú svo marga. En núna, ég heyri varla nokkuð skapaðan hlut og get ekki séð út úr augunum. Segður hann gorgi mínum að það sé óþarf að bjóða kettling eins og mér sem er til skammar að sína. Ég var lengi að ráfa í kringum Hringjarabæinn, upp í kirkjugarði og upp á túnum. Og það var yfir mér einhver deyfðardrungi. Ég fór að öfunda nokkra hesta af því að þeir þurftu ekki að leika undir á söngskemmtun í fyrramálið. Hendur gáttu haldið það fram að bíta. Ætlar ég ekki að gera gamni sínu, hugsaði ég. Eða skildi hann einhvern veginn ætla að ná sér niður á mér fyrir að ég hafði óvart og óviljandi lent hjá heitkonu hans sem hann var komin í landið til að sækja. Var hann eftir vitur stattur á flæðisskeri í lífi sínu? Var farið að flæða að honum? Og var það kannski ég sem hefði fræmt hann út í skerið? Nú skildi ég loksins þá menn sem taka upp á að fyrirfara sér til þess að verða á undan dauðanum.
En ég veit ekki hvað ég á að spila. Skilur ekki til. Skiptir engu máli hvað þú spilar. Ég syng við allt. Tóta skammilinn. Ég ekki maður til að útmála með réttum orðum verk Garðars Hólms. Menn hafa spurt mig bæði fyrr og síðar. Söng hann vel? Ég svara, veröldin söngur, en við vitum ekki hvort hann góður söngur, af því við höfum ekki annað til samanburðar. Ef til vill var Garðar Hólm nær ómælis hafi hins óskafta söngs en flestir söngmenn. Ég mun ekki greina frá söng Garðars Hólms með samanburði við þá menn aðra sem kunna hafa sungið í höllum Þaljudísar víðsvegar heim. Hvorki í Teatro Colón, Péturskirkju, eða var það kannski Sankti Pétursborg, Kusnacht, né hjá Muhammed Ben Ali. En söng eins og þann sem ég varð áhersla í hinu ónafnkunnustu andra höfuðkirkna hefur engi maður heyrt slíkan. Og ég hygg fárum mundi hafa orðið samur eftir ef heyrt hefði, enda voru þau eyru dauf sem hann var ætlaður. Vera má að þessi eina skiptið á ævinni sem ég hef heyrt söng. Því svo sannur var þessi söngur að hann gerði annan söng að tilbúningi og uppgerð, aðra söngmenn að sveikurum, og ekki aðeins söngmenn heldur bæði mig og okkur öll, konuna úr landbroti, ekki síður Chloe, Ebenezer Draumann og Kaftin Hógensen, jamt og eftirlitsmann. Og svo gengu þessu hljóð nærri mér að ég sá mér þann kost vænstan að tróða orgelskrjóðin af öllum lífs- og sálarkröftum til að taka yfir þennan söng eða minnst kosti hamla á mótónum í vonum að ég bærist að. Akkur kemur ekki til okkur að hátíðina, hún er í fullu gangi. Nú, ég uppfylli bón Garðars Hólms. Þú heima að sagða svo maður finni þig að þið verður leitað. Hann syngur ekki. Nei.
Komdu inn. Hann farinn á hótelinu og ég búinn að leita í hinu staðinum. Það sé ekki komin af stað til útlandi eins og vantar. Datt ykkur annað í hug? Salurinn fullur, ritstjórinn hefur haldið ræður, lúðrasveitin spilað 3 svar, Lottarinn tvítekið númerið sitt og var að fyrir 3. sinn. Og nú verður þú að koma að syngja. Ég kann ekki að syngja. Það vita allir að þú kannt það. Hvað var það með hvað allir vita? Langar að gera pabba henni alla í bænum. Hvað var það með pappa þinn? Ég trúi ekki fyrir ég tek á að þú sért vondum maður, Álfgrímur. Svo þetta eru taugarnar sem þú hefur til mín. Svona maður varstu þá. Klepi mig þar sem þú finnur mig skælandi nótt. Tegi mig frá manninu sem ég elska svo fyrir burt og kemur aldrei aftur. Og gerir maður verstu drasl í bænum. Og nu, mine damer og herrer, nu ser I mit verdensberømte mønttricks. Vil herren være så venlig at åbne munden lidt? Ja, sådan, tak skal I have. Og så har vi også en her. Ja. Og en her fra håret. Tak skal I have. Mange tak. Og damen, ja, sikkert noget smukt hår og smukt. Og der finder vi også en. Tak skal I have. No, tak. Og den her, der vil måske være så venlig at komme herop og assistere mig lidt. Ja, tak skal I have. Kom lige op. Det er ingen far. Ja, sådan. Ja, den her ser ud til at være rig. Sikken en næse. Tak skal I have. Tak skal I have. Egenskaber vil jeg vise jer, hvis verdens berømte fantastiske en due. Jeg har lige en tryllebog. Lad os se. Ja, her er formularen. Lad os se. Først skal vi have en gryde. Ja, den har vi lige her. En gryde. Ingenting her. Ingenting der. Og det har aldrig været noget. Og så skal vi lige bruge et æg. Ja, et æg. Et øjeblik. Tak skal de have. Og nu viser jeg, hvordan der er en due. Så sætter vi ægget her i gryden. Og så skal vi varme dit livseliksir. Så skal vi varme det hele op. Sådan. Varme det hele op. Og i et blik her har vi... Og i et blik. Ja, du er tak. Og her har vi en due, jeg mener en kanin. Og nu vil jeg vise jer, hvordan jeg lader den kanin forsvinde. Den kommer her ned i kassen. Og så... Ja. Og så, mine damer og herrer, så siger vi 1, 2, 3, simsalabim, og kaninen er væk. Nej, det er jo. Nej, det må de. Jeg skal få deres tøj. Jeg skal have det. Nej, det er en bukser. Ja, jeg må. Virðulega samkoma, dömur og herrar, mínu dama og herrar. Fyrir hönd Fúmusens verslunar leyfi ég mér að tilkynna breytingu sem hefur orðið á efnisskráni. Garðar Hólm gat því miður ekki komið til okkar í dag, en þess í stað ætlar ungur, efnilegur og stórkostlega lofandi söngvari
Álfgrímur Hansson að koma og syngja fyrir okkur. Hann stígur hér sín fyrstu spor á söngpalli og við fögnum honum vel. Það var ofarlega í hug mér leið og ég barst fram á pallinn að ég færi ekki erinda mín sjálfs. Því held ég að ég megi fullyrða að þar var sá söngur framinn sem ekki fordild stýrði. Það var trúnaðurinn við Garðar Hólm, leynilegt aðal umlíðunar bernsku minnar sem skipti máli. Ég söng óskipta þökk mína til handa þessum veraldatenor, en ekki að því ég kynna að syngja. Í þessu hlutverki var ég svo einarður þegar á fyrsta tóninum að hæðni slátræknin sem gullu við snertu mig ekki heldur golu þýtur fyrir austan fjall. Svo bjargföst var vissa mín það að úr því ég stóð hér, þá stóð ég hér í krafti þeirra hluta sem svo eru hátt ofan mér að ég telst ekki. Hvernig sem því veik nú við. Þetta litla stóra fólk, löngu stirnað upp af að vera holdtekja alls sem rétt og satt í litlum stórum úthafskaupstað áður en við komumst í mannatölu. Þessi sönglausasti hópur manna einhver sem nokkuð staðar hefur saman staðið á jörðu, hann fór að hlusta. Eftir fyrsta lagið litu að vísu flestir á landshöfðingjan og síðan á biskupi. Og þegar þeir báðir kinkuðu kolli hver til annars, fóru menn að lyfta upp höndunum til þess að færa þær síðan saman í lófataki. Viðbrögð biskups og landshöfðingja höfðu samskonar áhrif og auglýsing frá stjórnarvöldunum. Vér getum ekki viðurkennt að við hlustum á vondan söng. Úr því einu sinni búið að bjóða á svo skemmtun og við erum komnir og sestir. Þá svo skemmtur á þau góð, samkvæmt skilgreiningu, og þessi söngur, góður söngur. Síðan klappaði allt fólkið. Það hélt áfram að klappa eftir að þessi fáu lög sem ég kunni voru sungin upp. Ég stóð í leiðslu upp á pallinum og horfði að fólki klappa og rangaði ekki við mér fyrir tjaldarbaki þegar doktor Faustulus var byrjaður að færa mig úr buxunum sínum. Góðan dag. Gjörðu svo að fá þið sæti, student Hansen. Á dauða mínum átti ég vonin ekki þessu. Með leyfi. Hverjum voruð þér að bjarga? Öngum. Hún litla kom til mín. Svona setjist þið nú. Með leyfi að spyrja. Haldið þér að ég sé ykkur fíbl eða hvað? Haldið þér ég hafi ekki vitað að Georg Hansson myndi skrópa? Garðar hlýtur að vera alvarlega vant við látin. Vant við látin?
Af hverjum að draga dár með leyfi, stúdent Hansen? Þér hljótið að vita best sjálfur til hvers þér kalluðu hann heim. Það skal ég segja þér hreinskilnislega, herra stúdent. Hann var hlaupinn frá dönsku kettingunni sem hefur haldið honum upp í síðasta áratuginn. Og vasapinningarnir sem hann fékk mánaðarlega pósthúsi hér, frá honum Jóni gamla sérvitingi af Skaga, sem passar eirakamrana, eftirlitsmanninu sem þið kallið, þeir hrukku auðvitað ekki fyrir lífsuppeldi handanum. Og til að bæta gráan og svart, þóttist dóttir mín vera heilbundin honum. Með öðrum orðum, það varð að koma upp um hann. Og þess vegna sendum við eftir honum, kæri landi. Ég skil nú að ég hef látið hafa með að fíbli. Orðið fólki mínu til minkunar og yður til skaprunnar. Fyrir frumlaup og axarskaft verður ekki bætt. Og ég veit að það er til einskis að biðast velvirðingar þegar maður hefur ekki sér til málsbóta. Nú að hafa sig á brott og þegja. Nei. Alls ekki. Poeta cum agricola pugnavit. Og ekki bjóðið vindil? Nei takk, ég er klaufa að reykja. Jæja, kæri stúdent. Og ekki í staupinu heldur? En yður liggur ekkert á. Við þurfum að tala dálítið saman. Nú veistu sem sé góði hvar ég stend. Og hvar við stöndum öll. Þú ert sonur hans Björnsgamla í Brekkukoti. Eða ertu sonur hans? Hann er sómamaður kallinn. Þó nú séu allir opnir bátar fyrir bí og fiskikallar út af döðir. Og þó hann litla segja að sé að þið sót fíla og fílafyðu slikt sem vonir til að koma úr aumasta koti sem til er á Íslandi. Þá ætla ég nú samt að skrifa hér nokkur orð, handaður upp á reisuna. Verslun G. Gúmundsen er ánægja að votta það með þessu bréfi að við bjóðumst til og skuldbindum oss til að kosta yður til góðs náms í bestu söngskólum utanlands sem og uppbyggald allt í 5 ár. G. Gúmundsen. Já, sumarstormarnir, þeir eru nú fljótir að líða hjá. Og hvað segirðu svo? Nú þykir mér stungin tólk. Þetta er sjálfsagt besti maður. Öktu nú leti mína glímynda, taktu meisun hann Arnaf. Sæktu mér nokkra móflögur út í hlaða. Grímur. Ekki veit ég nú hvernig Björn hér kann að taka þetta. Það er að Björn Skúmundsens að segja að þeir hafi ekki gilt hjá okkur hingað til. Hvernig fór ekki fyrir nokkuð org litla hennar Kristínu Raumingans sem hefði ekki orðið hringjar eftir að stjúpa sig. Hann lenti í ferðalögum og klukkan komst í hendurnar á öðru fólki. Loksins hef ég hann aftur hjá mér.
Og þér þekktuð Garðar Hólm? Það líkst til. Hvað vildi hann nær miðnætti hjá yður? Svo sem ekki neitt. Hann baði bara að fá að deyja inni hjá mér. Og hverju svöruðu þér? Ég sagði, gjörðu svo vel, vinur. Og síðan? Ekkert. Hann baði mig bara að ganga út. Já, en... Og þá gekk ég út. Hver sem spekingur? Séra Jóhann var þá talinn einhver elstur þjónandi prestur á Íslandi. Enda var honum metið það til elliglapa að hann gleymdi að geta þessi líkræðu sinni hvernig hann væri að jarða. Hann talaði þá menn sem ekki hafa neitt andlit, þá menn sem lausnarinn elskar yfir aðra menn fram. Oft var það svo að ég vissi ekki glöggt hvað séra Jóhann hugsaði. Ég vissi ekki heldur hvað Kristín Sálu í Hringjarbænum hugsaði og ég vissi ekki hvernig hann afi og hún amma hugsuðu. Hvað sjálfum mér viðveik hef ég sjaldan verið jafn samferður það að sá maður sem verið var að jarða væri ekki í kistunni. Og þó var Garðar Hólm látinn. Og eigðu svo góða eilíð sonur minn. Þó að við vissum ekki hver þú varst, þá veitu Guð hver þú ert. Að jörðu ertu komin. Að jörðu skalt aftur verða. Og af jörðu skalt aftur upprísa. Ó, blessuð stund burtu þokan líður sem blindar þessi auðleg augu vor en nær Ég skulda þér alltaf dálítið af peningum, Arngrímur minn, og ég fann að skammast mig þó nokkuð fyrir það. Ætluðu misminn ekki, séra Jóhann? Nei, ég man alltaf ef ég skulda eitthvað. Ég man svo glöggt að ég bað þig að raula fyrir mig yfir manni hér árið. Ég lofaði 30 aurum fyrir söngin, en buddan mín var orðin svo gömul. Ég held hún hafi verið farin að leka. Nema hvernig sem á því stóð, þá fann ég ekki nema 29 aura. En nú hefur hún dóttir mín í Kaupmannahöfn sent mér nýja buddu. Það er gott og fallegt að syngja. Engum með maður ætlar sér ekki hærra en að syngja yfir moldum þeirra manna sem höfðu ekkert andlit. Kannski vil ég þykja mig sigur hvert þessu stundu þú varst minni, Grímur minn. Er það, mamma mín? Heldur ekki einhver annar Grímur sem þú ætti að hugsa um? Því ég man ekki betur og segði við mig þegar ég var lítill að sigur var í vondi fyrir tennurnar. Jæja, óveiki. Það er allt sami, Grímurinn. Þú eitt sér sagt, sigur er óhollur fyrir tennurnar nema rétt á hátíðum. En sem betur fer hafi ekki verið margar hátíður í þessu húsi. Segir þau sem betur fer, mamma mín? Sígandi lukka er best. Þetta er alveg framúrskarandi sigur, amma. Heyrðu, Grímur minn, var það mismunni mitt eða dreymdi mig það þú hefði blað undir höndum frá nú góðmenn sem hérna stórkaupmanni? Nei. Reyndar hef ég nú alltaf veist þetta veri bestu menn, en ég nú samt hrætt Grímur minn að honum afa þínu líki gjaldskostur á sért með þetta blað.
Eitthvað var ég að taka mig fyrir hendur úr því að afi vill ekki stendur grásleppu. Jæja. Þú ættir að skila blaðinu aftur í búðinu og segja að þú þurfir ekki á því að halda. Einhver sem heitir Grímur má vel nafna nafni mitt ef honum liggur á. Fremur en nafnið í Guðmundsens búð. Hann afinni vill og læri fyrir sitt fé, þar svo þú lærir. Ég vissi ekki að afi minn ætti fé. Brekkukotsparturinn hefur verið í eigu míns fólks frá ómunatíð. En nú var ég að selja í dag. Við erum ekki menn fyrir þessu lengur. Samt erum við að hugsa að lafa hérna í vetur. Með vorinu ætlum við að flytja í kjallaræn á Laugavegi. Það fer nú vonandi að styttast fyrir okkur. Hann afiðum vill á sigli með næsta skipi og læri það sem hugur þið stendur til. Ég færi þér mjólkinni í síðasta sinn. Eða minnstakosti verður langt þar til ég geta það aftur. Hvernig líður þér í dag, Kristín mín? Ég hef lifað marga fallega daga yfir kirkjugarðinum okkar í sólskinn og vestan gólu eins og núna. Ég átti svolítið smáband frá því fyrr á árum og síðan ég fréttu væri að fara að þá ég verið að keppast við að prjóna úr því. Ég hef prjónað tvenna litla sokka sem ég ætla að biðja þig að hafa fyrir mig í farangri þínum. Ég ætla að biðja þig þegar þú ert komin út yfir pollinn að leita uppi fyrir mig fátæka konu sem heitir frú Hansen á Jótlandi. Segðu konunni að þessa sokka hafi ég unnið sjálf og rétt henni þá frá mér handa drengnum og telpunni með kveðjum minni. Og hafðu það nú gott, drengurinn. Gef mér sjá pokaðinn, drengur minn. Nú var ætti að vera á mér herðarnar. Já. Þegar ég var lítill, þá hélt ég hann væri einhvers konar eftirlitsmaður yfir bænum, eða jafnvel yfir landinu. Í stofnun hans allri Eyrarkömrunum svonefndu var hvergi lófastór spýta öðruvís en hvítþvegin. Ég held kannski að í þann tíð hafi ekki verið til fáari hreinlætisstofnun á norðurhveli jarðar. Nú, þegar aldur færist yfir mig og ég fer að hugsa ýmsar frægar stofnanir sem ég hef séð og þeirra forstjóra, þá finnst mér að þar hafi farið sá maður sem átt hefði að vera eftirlitsmaður yfir heiminum. Þá er komið að þér, vinur, að fara í siglingu og kaupa mér svolítið smáfuglafóður eins og er notað í útlöndum. Ég vissi ekki að þú ælir fugla hérna. Ég geri það nú ekki heldur. En reyni hvað ég get að hafa glaðning handa músinni sem stundum kemur að finna mig þegar hart er. Bara ég kaupi mér nú ekki brennivín fyrir þetta þegar ég er komin til Kaupmannahafnar. Og það gerir ekki til.
Því ræður þú. Og ef þið skildi einhver tíman vanta smápeninga þá skrifaði mig til. Því ég fer að verða í vandræðum að losna við mánaðarkaupið mitt. Og nú árna ég þér fararheilla. Þakka þér fyrir. Guð veri með þér, Grímur minn. Og ef þú skildir einhvers staðar í heiminum hitta fyrir kettlingaskar eins og mig, þá bið ég að heilsa henni. Ekki kann ég þér heilt að ráða úr því sem komið er, drengur minn. En kannski gæti ég sent þér band af ryklingi með miðsvetrarskipinu, hvað sem seinna verður, og farðu sæll. Þau stóðu enn í sjávarmálinu og horfðu eftir drengnum sem ókunnug kona hafði fengið þeim í hendur nakin. Þau héldust í hendur og aðrir menn viku fyrir þeim. Ég sá engan nema þau. Eða voru þau kannski svo sérkennileg að annað fólk í kringum þau leystist í sundur, varð að þoku og hvarf. Þegar ég var komið með poka minn upp á þyljur póstskipsins Norðstjörnunnar, sá ég eftir þeim, hvar þau leddust hönd í hönd heim á leið, heim að krossliðin okkar, heim í Brekkukot, bæin okkar sem bráðum átt að jafna við jörðu. Þau gengu hönd í hönd, eins og börn.